Á jörðin okkar búum 30 milljón dýrategundir, en þær eru allar í hættu. Loftslagsbreytingar, loftslagsvandinn. Hann er svo stór að það getur verið erfitt að skilja hann. Með allt sem er að gerast í heiminum í dag, hvað getum við eiginlega gert? Hvernig getum við skilið hvað er í gangi og hvernig getum við hjálpað? Vinur minn í Chile gæti verið með góðar hugmyndir. Hola. Buenos días, Dante. Hitastig jarðarinnar hækkar út af mannfólkinu. Það skapar vandamál fyrir margar dýrategundir. Ég elska að fræða fólk um þessar lífverur vegna þess að þessi fræðsla getur hjálpað okkur að vernda þær. Það er mjög áríðandi að fræðast hvernig við höfum áhrif á jörðina. Sérstaklega þegar við erum að skapa henni alls konar vandræði. Kíkið á þetta. Vissuð þið að allt plast sem hefur einhvern tíma verið búið til er ennþá til? Þegar ég heyrði það, vissi ég að ég þyrfti að gera eitthvað. Höfin er okkur lífsnauðsynleg. Þess vegna byrjuðum við systir mín að skipuleggja strandhreinsanir og fá fólk í lið með okkur, vera með námskeið og vinna með yfirvöldum. Í dag hefur Bali, eyjan okkar, bannað einnota plastpoka. Glæsilegt, ekki satt? Það er frábært að fræðast hvað aðrir eru að gera og við getum líka gert það. Fleiri staðir að finna fyrir áhrifum loftslagsbreytinganna. Kíkjum til Adenike í Nígeríu. Nígería er sérstaklega berskjölduð gagnvart loftslagsvandanum og hættu ástandið er núna. Fólk þarf að skilja hversu áríðandi þetta er og finna leiðir til að stoppa þetta. Mamma, netið! Það er því nauðsynlegt að koma upplýsingum á framfæri. Og núna eins og margir svona, við getum öll fundið leiðir til að hjálpa. Bíði, rædduð ekki við Jack daginn? Kannski getur hann sagt okkur meira. Ég er búinn að læra helling af alls konar fólki, út allan heim, og nota kvikmyndir til að segja frá þeirra reynslu af loftslagsbreytingum. Þó það sé ekki augljóst, þá þetta vandi sem snertir okkur öll. Ég nota mína þekkingu í að vinna með öðrum til að vernda réttindi fólks. Allir geta tekið þátt. Sko, fólk í alvöru að reyna að vernda heimkynni sín fyrir loftslagsvandanum. Hvílíkt skot! Allavega, þið þurfið að hita Helenu. Það sem hún hefur gert er magnað. Ég á heima hér í Amazonskóginum. Ég hef lært hvernig á að tala fyrir hönd skógarins, verndan og gefa fólkinu sem býr hér rödd. Eða Nkosi í Zimbabwe. Þegar ég lærði vísindin sem liggja að baki loftslagsbreytingum, áttaði ég mig á því að fleiri þyrftu að læra það líka. Svo ég varð leiðtogi í umhverfisklúbbnum mínum. Það er ótrúlegt hvað fólk eins og þið getið gert. Lærðu meira þessa einstöku jörð sem þú býrð á, vegna þess að fyrsta skrefið að gera eitthvað er fræðsla. Fræðsla og skilningur eru fyrstu skrefin í að grípa til aðgerða.